Borgar sig að vanmeta menntun. Þetta var yfirskrift málþings sem BHM hélt í vikunni og fjallaði nýja skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands virði háskólamenntunar. Nú hingaði komin Sigrún Brynjarsdóttir, hagfræðingur BHM. Vertu velkomin. Já, takk fyrir. Við ætlum að ræða virði menntunar, fjármál og ekki síst unga fólkið okkar, stöðu þess. En fyrst svona bara almennt kannski, þú fluttir erindi á þessu málþingi og kannski komum aðeins betur því eftir andartak, en sem sagt það sem að svona vakti athygli mína og margra annara er það sem framkom þarna að þekking sem tryggir framtíð Íslands, eins og þið orðuðu það, hún í hættu og Ísland að dragast aftur úr viðmiðunarlöndum. Hvenær fór að halla undan fæti í þeim efnum? Þetta fór að halla fæti þarna eftir 2008. Eða það voru þessi tímamót þegar hrunið kom og þá stemdi í rauninni ávinningur og arðsemi háskólanáms í allt aðra átt. Hún hafði alltaf verið nokkuð stöðug og þessar mælingar í þessari skýrslu að sýna frá 1986 og hún hefur verið nokkuð stöðug eða farið aðeins upp, en fyrsta sinn eftir 2008 þá dróst þetta niður og það heldur áfram að lækka þessi ávinningur. Já. Kom fram á þessu þingi hvað getur skýrt þetta? Að þarna verður einhver skurðpunktur og núna síðustu árin ekki síst þá hallar bara hratt undan fæti. Sko það er ekkert eitthvað eitt sem að kannski útskýrir þessa þróun, en það getur verið margar skýringar. Hérna viljum við líka skoða þetta eftir niðurbrót eftir aldri, eftir kyni, og við skoðum líka margar námsgreinar. Af því að það var bara mjög mismunandi eftir hvað námið þú valdir, hvað þú fékkst út úr því. Sko áður en lengra haldið er kannski rétt fyrir hlustundur og áhorfendur að við reynum að útskýra hvað við eigum við, að við erum kannski að bera saman einstakling sem ákveður að fara ekki í háskólanám og bara klárar sína námsgöngu með stúdentsprófi. Og svo berum við hann saman við aðra einstaklinga sem að fara í háskólanám. Mennt er máttur, sögðu við alltaf í gamla daga. Við töluðum forréttindin að fá að mennta okkur, tækifæri til mennta fyrir nokkrum áratugum. Ég upplifði það að það var alls ekki sjálfsagt að efnahagur eða félagsaðstæður fólks á mínum aldri leyfði það að fólk færi til æðri menntunar í háskólanum. En það voru ekki bara þessi, hvað maður segja, andlegu tækifæri, það að manns eigin heimur stækkar og allt það, heldur líka fjárhagslegur ávinningur af því að fara í háskólanám. Við erum í rauninni að tala að þarna hafi fjárhagslegi ávinningurinn sem á einhverju tímaskeiði var ekki talað 50-60% með að við. Já, við erum að skoða hérna 2 mælingar í rauninni. Við tölum fyrst og fremst arðsemi og sú mæling aðeins flóknari en hinn mælingin sem kallast fjárhagslegur ávinningur. En arðsemi þá það sá ávinningur að við erum að bera saman þá sem hafa lokið stúdentsprófi við þá sem hafa lokið háskólamenntun. Og við erum að bera saman ævitekjurnar og þá þróun. En það er líka tekið tillit til námskostnaðar og tekjum sem hafa tapast á þessum námsárum. Svo ætla ég að segja þarna ávinningin, þá erum við bara að skoða einfaldan launamun. Það er bara hlutfallslegu munur á tekjum. Ertu með einhverja svona talnalegar niðurstöður á? Já, ég er með það sko. Þegar við erum náttúrulega að tala arðsemina, það eru svolítið mismunandi tölur, þannig að þú spyr bara ef ég er að rugla öllu saman hjá þér í hausnum. En við tölum það að árið 2008 þá var arðsemin fyrir meistaragráði 12%. Og hún er 6% í dag, eða frá nýjustu tölum, 15 árum síðar. Og að bakkalárgráðan fer úr 10% í 5%. Og það þýðir í einföldu máli að við erum að fá helmingi minna út af því að fara í nám en 15 árum áður. Og þannig eru heildar greiðslur
Já. til ævi loka. Þetta eru svona ævitekjurnar sem að við erum að bera saman en þarna en auðvitað eru aðri þættir sem að vantar þarna inn í sem að við erum ekki að skoða en það sem að skiptir máli líka í arðseminni er að fyrstu árin skipta mestu máli. Já. Það skiptir mestu máli að fyrstu árin á vinnumarkaði lífeyrisgreiðslurnar þínar þú veit að koma þér upp húsnæði. Já. Þannig að fyrstu árin skipta svo rosalegu máli og því lengra inn á æviskeiði þá skipta það minna og minna máli. Þannig að ef ávinningurinn kemur ekki strax eða fljótlega þá er orðin enn stærri ákvörðun að stofna til framhaldsmennta að fara í háskóla. Einmitt. Og núna á tímum mjög harðra staðreinda kemur að húsnæðismarkaðinum og bæði hvað verðið hefur þotið upp og svona ekkert allt of mikið félagsleg úrræði, vaxtakerfið eins og það þá gæti þetta verið breyta sem að bara leiði til þess að ungt fólk sem langar í háskólanum, það bara kalkulerar ískalt, nei, ég hef ekki efnaði. Það getur vel verið, af því að það hefur bara lækkað líka rosalega fyrir yngsta aldurshópin. Já. Meira en eldri aldurshópa. Verið menntunar. En það getur skýrt auðvitað að fyrstu árin á vinnumarkaði reynsla skiptir rosalega miklu máli og með tímanum átt að fá hærri tekjur og með þessa skýrslu og myndir sem að þú getur skoðað þar þá ertu að ná hæstu tekjum 45 eða 50 ára aldurinn og svo fer það eins niður fyrir. Svo það eðlilegt að þú byrjar ekki á hæstu laununum en þau eru minni í mun í dag en þau voru áður fyrr. Já. Og eðlilega eins og aðeins var komið inn á þarna á þessum málþingi þá spyr maður sig samfélagslega áhrif og samfélagslegan kostnað og hvað þetta þýðir fyrir samfélag þegar skilyrði verða þannig í þjóðfélagi að það jafnvel verður neikvæður hvati að því að mennta sig með háskólagráðum eins og nánast raunin með sumt listnám það ekki? Jú, við skoðum ýmsa námsgreinar og það sló bara við að sjá hvað greinar eins og listnám sem fekk bara mestu neikvæðni í tölum og svo var það líka leikskólakennaranámið og meðferð og endurhæfingsgreinar. Já. En það var mest fyrir listnám sem kom fram í þegar þú skoða tekjumunin þá tekjurnar undir þeim sem að klára grunnskólapróf eða stúdentspróf í samanburði. Það bara þannig. Já, en það verið þá að skoða þarna atvinnutekjur frá skattaskýrslum fyrir árið 2022 og það í rauninu bara að vera að skoða þá tekjur eftir skatt í samanburði. Mögulega einhver svartur peningur þarna. Það getur verið, við viljum skoða þetta auðvitað nánar. Við viljum skoða þennan hóp nánar og sjá hvaða fólk þetta hvar það starfar, fyrir hvert það starfar og staðsetja þennan hóp betur til að sjá í rauninni hvað í gangi. Þannig að þetta kallar á frekari greiningar auðvitað. Nú veit ég ekki hvort þú hættir þér út í einhverjar spekulasjónir eða pælingar samfélagslega áhrif af þessu. En maður heyri líka stundum að það hafi bara ákveðin ofmenntun átt sér stað og við höfum öll hópast í sömu réttina eins og sauðir fyrir einhverjum áratugum þegar fóru að opnast þessi möguleiki að flestir sem vildu gátu farið í háskóla og það hefur verið ofuráherslu á bóknám og við hefðum betur stýrt okkar kröftum meira í iðngreinar eða eitthvað svoleiðis. Er það mögulegt að það skýra einhverju leyti? Það auðvitað margt sem getur skýrt þetta, ekkert eitthvað eitt. En auðvitað hugsa ég 2008 þá mistu margir störfin og fóru aftur í nám þegar það var ekki eitthvað annað að finna. Akkurat. Margir fóru auðvitað í náma þegar það voru svo mörg tækifæri upp úr 2000-2008, störf í bönkunum og annað.
þetta fer líka svolítið eftir hvað atvinnustefnu við viljum sjá á Íslandi. Því að atvinnustefnan tók líka bara allt aðrar áherslur eftir 2008, ferðamanna-iðnaðurinn fórum bara mikil umsvif og sem frábært líka. En við viljum auðvitað byggja upp fleiri háframlinni störf og líka hafa samfélag sem virkar, að við höfum bara fjölbreytni hérna og að fólk sækir sér auðvitað nám og geti haft gott af því, sko. Nú í tengslu við þessa pælingar má líka spyrja skekki samanburðurinn á milli meira menntaðra og minna menntaðra að nokkru leyti vegna þess að það hefur verið rætt með rétt eða röngu að verkalýðsfélögin hafi náð mjög miklum ávinningi og lægstu laun hérna kannski ófaglærðara hérna. Já, þessar krónutöluhækkanir. Já, getur verið að sko að það hafi meira að segja í þessu heldur en maður átt að segja á kannski. Vissulega við bara lifum í landi sem mikill jöfnur og það auðvitað frábært. Arðsemin auðvitað tekur tillit til þess í rauninni. Þetta tengist auðvitað þar sem að arðsemin aðeins lægri á Norðurlöndunum en annars staðar. Og það má vissulega tengja við jöfnuð. En það sem að ég hef samt út úr þessu þegar ég var að skoða líka bara OECD-tölunar, meðaltölun þar eru tvöfalt hærri en á Íslandi. Það er sláandi. Það er mjög sláandi, þannig að þú fær tvöfalt meira út úr náminu þínu að meðaltali í OECD-ríkjunum. En það sem ég hef svona velt fyrir mér varðandi þennan jöfnuð að launaspönnin mjög lítil á Norðurlöndunum en hún minnst á Íslandi. En það margt annað sem að ýmsir þættir sem að mætti skoða líka þegar við berum okkur saman við Norðurlöndin að þessar mælingar taka ekki tillit til húsnæðiskostnaðar eða námslána og stuðningskerfi sem almennt betra á Norðurlöndunum en hér og það þýðir að við erum ekki að skoða heildarmyndina. Þar sem að þessi atriði vanta og þau eru bara almennt betri á Norðurlöndunum, þessi stuðningur, þetta stuðningskerfi. Já. Svo má líka velta fyrir sér sko gild eða hérna hvernig ég orða það hver góð menntunin ef við lifum tíma þar sem að æ fleiri stúdentar veigra sér við því að taka námslán af því að þau eru orðin ansi íþyngjandi fyrir þá sem taka þau. Og við erum kannski með fólk í fullri vinnu en líka í fullu námi og þetta kannski fólk sem hefði gjarnan eins og tíðkaðist hérna áður fyrr oft ger ekki neitt annað en að vera í námi en það var þetta hugsað sem full vinna að vera í fullu háskólanámi. Þetta kannski hópur sem að hefði verið að meðaltali með 8,5 eða 9 eða hefði algjörlega getað sinnt sínu námi en af því að það að gera svo margt í einu þá næri það ekki eins miklu út úr náminu, það með lægri einkunnir, það kannski bara skríður yfir þröskuldana og þar komin önnur spurning fyrir samfélagið. Þetta vissulega mjög áhugavert og þegar þú sér tölur til dæmis það hvað það hátt hlutfall af nemendum sem að vinna með skóla. Það lítill áhugi í dag að taka námslán og flestir vinna meðfram háskólanámi og við erum með metið því í Evrópu. Hvað það eru margir sem vinna meðfram námi. Svo við erum mjög lengi í námi yfir höfuð líka sem að hefur áhrif á þessa arðsemi. Af því að því lengur sem við erum í námi þá erum við ekki að byggja upp starfsferilinn og safna fyrir húsnæði og öðru. Sko ég sagði það hérna í innganginum að við ætlum ekki síst að ræða ungt fólk og það sem að ég hef rekið mig á í ykkar gögnum til dæmis að hlutfall ungs fólks með háskólamenntun núna undir meðaltali OECD og undir markmiðum Evrópusambandsins. Já, sem sagt aðsókn í nám undir markmiðum Evrópusambandsins hjá ungu fólki. Já, ég meinti það. Já, akkurat.
Það er hvað viltu segja það? Ég hef oft lesið fréttir að það of mikið af háskólamenntuðu fólki á Íslandi en svo svo staðreynd að við erum ekkert svo ofarlega í samanburði við önnur lönd. Það eru margar þjóðir með að meðaltali 65-70% og við erum með það bil 43% sem að mennta sig á þessum aldurshópi 25-34 ára. Svo þegar ég hugsa er þjóðin að ofmennta sig aðra þjóðir virðast geta lifað á því að stórt hlutfall að þjóðinni menntuð. Og þá hef ég velt fyrir mér frekar að hvaða atvinnustefna ætti þá að vera á Íslandi eða erum við að stýra rétt í nám. Til dæmis stýring í nám í Danmörku. Kannski ættum við að taka það meira til okkar. En það sem að ég hef líka séð varðandi aðsókn í nám hérna á Íslandi að strákar fara mjög mikið minna í nám. Konur eru tvöfalt fleiri sem að sækja sér nám. En það þurfa konur eiginlega að fara í nám til að hafa sambærilega tekjur við kalla. En annars staðar meðaltali 32% í OECD-löndunum fleiri konur. En við erum tvöfalt fleiri. Við erum með tvöfalt fleiri. Já. Einmitt. Minnsti munurinn finnst í Bretlandi og þar 9% fleiri konur. Það mjög jöfn staða þar. Já. Eitt sem manni kemur í hug, það hérna, við erum náttúrulega með svolítið náttúruauðlindadrifið hagkerfi og áherslur í samfélaginu. Kannski hefur menntageirinn ekki svara því kalli sem skildi, kannski eitthvað þessi gamla embættismanna prestar latína, þú veist, kannski eimur of af einhverju úreltu kerfi, kannski þurfum við að breyta námsframboði. Já, bara tala meira saman, hvað atvinnulífið að kalla eftir? Já. Til dæmis á málþinginu var aðstoðarforstjóri Alvotech. Já. Og þau hafa oft í gegnum árin verið að tala það að þau þurfa að sækja menntað fólk erlendis frá. Og þau eru reynda núna í samstarfi við Háskóla Íslands í samvinnu þar að fá fleiri nemendur í ákveðin fög og fá nemendur til þeirra Íslendinga. En þá hugsa maður, við erum kannski að sækja nám sem ekki endilega eftirspurn eftir. Nei. En auðvitað á fólk að læra það sem það hefur áhuga á, en við getum kannski samt byggt þetta strax í grunnskólunum, þessar STEM-greinar og vakið áhuga nemenda bara frá byrjun. Að það þýðir ekkert endilega að tala það við tvítugan einstakling og að það detti í hug loksins að þau vilji, hvað þau vilji gera. Þetta byrjar mjög snemma. En þegar maður velti fyrir sér möguleikum ungra einstaklinga sýnist augljóst að atvinnulífið og menntastofnanirnar þurfi einhvern veginn að reka sitt agenda í sameiningu. Já. Það þarf að vera einhver balans, það þarf að vera einhver ráðgjöf og vilji til þess að það stundum var talað fílabeinsturn að menn væri bara í sínum mennta fílabeinsturni og við letum sig ekki varða hvað gerðist í atvinnulífinni kringu það en það er breyttið tímar í dag. Já, einmitt. Það unga fólkið sem sagt býr við það, ungt fólk sem fer í háskólanám, það býr við minnstu arðsemi. Já. Sem hefur bara verið síðustu áratugi marga og á sama tíma þá bara ókleifur veggur fyrir margt ungt fólk að kaupa húsnæði. Já. Þetta eru tvær ansi skuggalega staðreyndir sem varða ungt fólk. Er það ekki? Er þetta ekki alvarlegt? Þetta mjög skuggalega staða. Já. Mér fannst bara mjög sláandi að lesa ég til dæmis bara í þessari skýrslu að þú sérð árið 2008 að ávinningur fyrir þennan aldurshóp 25-34 ára var 48% en hann 21% í dag. Þannig að það 60% samdráttur þarna á milli og ég þarna á aðeins 15 árum. Þannig ég hugsa að þetta hugreistir ekki fólki eða lætu ekki fólk vilja að koma frekar í háskólana. En þarna
En eldri aldurshóparnir hafa ekki lækkað svona mikið. Þeir hafa haldið áfram í kringum 30-35% á meðan þau eru þarna allra lægst yngsti hópurinn. Já. Og ég langar líka bara að nefna til viðbótar að allar þessar mælingar sem ég hef verið að nefna hérna fyrir 2022 og þessar nýjustu tölur, þar eru það lægstu á þessum tímabili, á þessum 4 áratugum, þá hefur það aldrei verið lægra. Einmitt. Er hætta á atgerfisflótta, brain drain, getur Ísland mist margt gott ungt fólk eins og nú árar hér hjá okkur? Ég veit ekki hvort ég get alveg svara því sko, en auðvitað ef að það er betra að þú færð meira út úr námiðinni erlendis, þá getur það auðvitað sagt okkur að fólk sem að fer í nám erlendis mun mögulega bara ekki koma aftur heim. Og þá hugsa ég til dæmis læknana sem að ákveða að koma ekki heim og annað fólk sem að ákveða að fara í framhaldsnám erlendis. Já. Heimurinn allur er undir í huga ungs fólks náttúrulega sem mögulegur búsettustaður. Fólki vil koma sér í húsnæðis, örgu húsnæði, kaupa fasteign. Það er mjög hátt vaxtaþig á Íslandi í samanburði. Og náttúrulega þetta skiptir máli þessi fyrstu árin varðandi lífeyrisréttindi. Svo við vitum ekki, þetta er hættuleg staða fyrir ungt fólk og bara fyrir framtíð ungs fólks í dag. Mín kynslóð ólst upp við það að framfarir væru bara línulegar og það er alltaf, fólk hefði alltaf betra og betra. Já. Það er ekki lengur þannig. Nei, ég tel það ekki vera. Ég hugsa að launin og þróun launa hérna á Íslandi er ekki í takti til dæmis við bara húsnæðiskostnaðinn, sérstaklega í þessu vaxtastigi. Og það bara gerir það erfiðara og erfiðara fyrir unga fólkið. Katrín Jakobsdóttir var fundarstjóri. Hún var með góða punta þarna með samfélagsáhrif og hérna sagðist nú ekki sagði að það væri ekki endilega ljóst að hún tryði á markaðslausnir einar til þess að bæta þennan vanda. Hvað gerist núna? Núna hafið þið lagt fram þessi gögn, það er búið að gera skýrslu til að fá einhverja fjölmiðla athygli samanber þetta viðtal sem ég er að taka við þið hér og hvað gerir þið núna með þessa niðurstöður? Hvert er framhaldið? Í framhaldinu þá ætlum við að bara skoða þessi gögn betur og þessa athyglisverðu niðurstöður. Við ætlum að leggja meira áherslu á þær, bæði kynjamunin, unga fólkið og þannig samanburð, alþjóðlega samanburð. Við viljum vinna með atvinnulífinu, við viljum vinna með stjórnvöldum og öðrum samtökum launafólks. Og við fylgjumst vel með hvað stjórnvöld er að fara að gera, til dæmis með þessa atvinnustefnu. Ég hef mikið áhuga á því hvað kemur frá þessu atvinnustefnuráði og sjá hvað er á næstunni og vonandi að þau lagi þennan húsnæðismarkað. Já, einmitt. Mér finnst leiðilegt að það hefur ekki verið tekið nóg mikið fyrir í fjárlögunum að laga þetta vaxtastig og húsnæðismarkaðinn. Þar eru við sammála. Og við erum væntanlega líka sammála það að bara í verðleika samfélagi til þess að fá gott fólk í ábyrgðar mikla stöður og við mönnum alla pósta þá skiptir miklu máli að það sé einhver hvati fyrir fólk að mennta sig. Þannig að það er verk að vinna. Það er verk að vinna. Þurfum að reyna að spyrna í fótum snúfið, má ekki kalla þetta einhvers konar öfugþróun? Jú, mögulega. Þú lætur öðrum það eftir. Já. Sigrún Brynjarsdóttir, hagfræðingur BHM. Ég þakkaði fyrir það að koma hér að rauðaborðinu og ræðum þessa skýrslu og bara aftur að nefna það. Erindið þitt var skýrt og greinagott og það var eins og hverjum tilvíðun að ég sá það og þess vegna ákvað ég að kalla þið hér. Já, takk fyrir. Það er hægt að fara á bhm.is og sjá það ennþá. Allt hingið. Já. Þannig að við mælum með því að fólk leiti sér aukinar þekkingar og menntunar þar. Ánum þess að það kosti það neitt. Nei. Ljómandi, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.